einn af mínu bestu vinum Sveppi Krull og það vill svo skemmtilega til að hann einmitt mættur í stúdíó til mín enda þriðjudagur. Sveppi, vertu velkominn. Ding dong! Hvað segir kallur? Heyrist í kallinum? Já, Heyrist í honum? Mættur grjótharður hérna. 1, 2, hæ, Sveppi Krull mættur á svaðinn. Á Valentínusardeginu mikla maður. Oh yeah, baby! Einu svona ári dagur elskenda og það vill svo skemmtilega til að hann í dag. Valentínusardagur og þið öll núti til hamingju með hann stórkostlega dag. Já, reyndar þetta svona dag. Gæti ekki verið meiri drullu saman með hann dag. Já. Ég vissi þetta ekki þegar ég vaknaði í morgun, sko. Nei, ég fattaði þetta núna áðan svona ef ég var alveg hreinskilinn þá fattaði þetta 1:30 að vera Valentínusdagur. Og þetta bara eitthvað svona, einhver plebbadagur sem að lágmenningin í Bandaríkjunum er búin að ná að tróða yfir á okkur Íslendinganna. Já. Það sem við séum alltaf reyna að apa eftir þeim. Við erum að því, sko. Já, við erum að verða jafn feit og þau. Við erum komið með Halloween. Við erum að verða jafn mörg og þau. Kannski ekki alveg. En það er svona, það er einhvern veginn, þú veist, Valentínusdag, þetta aldrei verið neitt á Íslandi. Þetta ágætt fyrir þá sem eiga blómabúður og svona, sko. Já, þetta náttúrulega blómabændur eru dálítið að reyna að stóla og stíla einn og annan dag, sko. Þetta svona svipað sem bóndadaginn og konudaginn. Valentínusdagurinn, þú veist, öskudagur. Já, samt, þú veist, konudagurinn og bóndadaginn, það búið að vera lengi á Íslandi og mér finnst allt í lagi, þú veist, ég minnst pínu drulla ef þú gerir ekkert fyrir konudaginn á konudaginn, skilurðu, eða á bóndadaginn og fáir ekki allavega, þú veist, einhvað svona, skemmtilegt að þú fer að sofa eða eitthvað. En það Valentínusdagurinn einhvern veginn ekki á sama leveli, finnst mér. Nei, það líka einhvern veginn svona bara dagur elskenda eitthvað svona. Já, bara plebbalegt. En líka það, þetta svona, ég búinn að heyra í svona fólki sem að vinna á veitingastöðum. Já. Þetta rosa mikið þannig að, sko, eins og núna á veitingastöðum Ítalía og svona romantískum stöðum, sko. Rosalega mikið á svona ungum pörum sem eru búin að bóka borð. Já. Svona 18, 19, 20, 21. Kannski spennandi, við erum náttúrulega, veist, maður situr hérna 31 á sköllóttur og ógeðsluður og búinn að einhvern veginn. Þú ert ekki ógeðsluður, þú ert 4% fitta og þú ert með andlit sem að allir vilja. En þetta allavega, þú veist, ég samt búinn að svona pínu sammála. Ef maður væri 18 ára kannski, þá væri þetta pínu spennandi kannski að bjóða ykkur út að, veist, að þetta gefur actually svona afsökun til að herðu, viltu koma út að borða með? Já, þetta er alltaf sjarmerandi þá, sko, en þegar þú ert 3 barna faðir með allt í rugli eins og ég til dæmis, þá ert ekkert eitthvað að reyna að halda upp á allt í rugli? Nei, alls ekki, en skilur, það er allt svona í gangi, skilur, það þarf að skutla í fimleika og það þarf að fara í fótbolta og það þarf að þrífa og það þarf að skúra og það þarf að elda og það þarf að skipta rúm, skilur, það er allt í gangi, maður er ekkert eitthvað bara, hey, Valentínusdagurinn, það er málið til þess að slaka á. Já, nákvæmlega. Í þingunni minni á sunnudaginn höfum við aldrei jafn mikið langar til að vera bara 3 barna faðir heima höfum við á sunnudegi. Já, svo ég var lítill líf mér eftir þennan lögadagur. En herðu, við erum með rosalegan þátt hérna handa ykkur við Sveppi í dag og ég veit að við segjum þetta alltaf en núna meina ég það er bara þannig. Við erum með hitaklefa á Svali, hann fór hérna af FN 957 daginn með skottu á milli lappana og virðist vera búin að ráða sig inn á kanan hjá Einari Bárða og sá fekk að heyra það í hitaklefanum. Við vorum ekki sátti með það ákvörðun hjá honum. Svo erum við líka eins og alltaf á þriðjudögum, þá ætlum við að gera eitthvað nýtt sem hefur aldrei verið gert áður í útvarpi. Það er alltaf spennandi, við höfum hringt naktir í móði mína og fleira. Já, sko, við náttúrulega, það er alveg hægt til dæmis að standa á haus og vera með kynningu. Já, en hefur það potið dengt maður gert í einhver svona flip morgunþætti hérna á FM eða eitthvað? Já. Heldur það ekki? Jú, en bara hann stendur á haus í þessari innkomu. Já, við gætum líka að opna fyrir síman og aðtók hvort að einhverjir hlustendur séu með hugmyndur eitthvað sem aldrei hefur verið gert í útvarpi og við gætum mögulega gert. Já, ok, þannig að núna með að hlustendur byrja að spá í svona hvað eitthvað dettur í hug og við munum gera það. Já, við vorum að spá í verstafalli ætlum við að henda þér inn í ruslagámið, ekki? Jú, ég myndi vera með kynningu í ruslagámi. Já, sem hefur aldrei verið gert. Nei, og er bara svona silly og skemmtilegt. Já. Herðu, svo náðum við mútu loksins aftur og hvað er betur en að ná að hringja mömmu við fengum að breyta inn í Símon manna ég gæti hringt svona númeralaust eða svona að kom ekki númeri. Já, hún svaraði. Já, og það hefur ekki gerst núna lengi að hún svara okkur. Það var ímyndilegt sem við þurftum að ræða við hana. Já, hún var á stefnumótnum daginn, hún var nú helt voðalega hrifin að ræða það við okkur. Nei, og við náðum að plata hana, við létum eins og þú væri einn að spjalla og hún náði að trúa það sem er eiginlega ótrúlegt. Já, samt ekki, hún var alltaf með varan á einhvern veginn, en svo náttúrulega kynni einn Sveppa, þið heyrið það betur hérna eftir. Það er mjög fallegt. Virkilega skemmtilegt. Og svo erum við með, við ætlum að hringja bæði Fjölni Þorgeirs og Sverri Stormskeirs, af því að það er Valentínusardagur og ég myndi halda að þetta væri svona 2 rómantískustu menn landsins. Já, þeir hafa alltaf ákveðna hugmyndir Valentínusardaginn og rómantík í samfélaginu. Íslenski draumurinn og skaffiska martröðun. Sverri Stormskeir. Já, Sverri er alveg með þetta, sko, það er snillingur, en hann er ekki rómantískur held ég, Sverri Stormskeir. Og líka það, þetta er aldrei fyndið að
sko, við ætlum að hringja henni í beinni. Já. Og allt sem hún gerir með Sverrir Stormsker í beinni, það er bannað innan 18. Já, það er rúglega bara hættulegt, en það er seinni í fættinum og svo ætlum við að hringja líka í gamla góða Apple fyrirtæki okkar, þannig að það er nóg að vera hérna hjá okkur strákunum í dag. Brjálega að gera maður. En við ætlum að byrja þetta á lagi sem ég þekki ekki, það heitir No One með Maverick Sabre. Take it away, maður heyra. Oh yeah. Maður sjá. Nei, ég hef bara ekki heyrt þetta lag, held ég. Maverick Sabre hérna í FM 95 Blu á FM 957. Þetta var alveg ágætlega hressandi lag. Þannig að spila fyrir mig hérna New York með Alicia Keys. Alicia Keys og Jay-Z. Var Jay-Z líka í þessu? Já, I'm from Brooklyn, now I'm from Brooklyn, down on the Tribeca. Já, veist, gamla útgáðan bara með henni, hún er flott. Var hún ein eitthvað? Já, ég skal spila það fyrir þetta. Jú. Mér langar þetta, minnst það gott lag, sko. Já, ég skal spila það fyrir þetta. New York, waiting on the station, Craver. Akkurat, waiting on the station for Craver. Það er akkurat það sem hún segir í þessu lagi. Geðveikt lag. Herðu þið, eins og þið vitið, kæru hlustundur, að þá er komið að slúðurinu, eins og alltaf á þessum tíma dags. Já. Og, já. Og alltaf eitthvað slúður. Já, já, það er alltaf eitthvað slúður. Slúður á hverjum degi. Já, já, þetta er svo ógeðslega mikið að þekktu fólki, að það er mjög létt að búa til slúður á hverjum degi. Já. Það væri erfiðar hérna á Íslandi. Ég held að væri jafn erfitt að vera með slúðupakka á Íslandi okkur minnsta degi, eins og væri bara að vera með fréttastofu eins og NFS. Já. Það fór nú fyrir ofangarðu neðan. Já. En ég ætla að byrja slúðrið á Whitney Houston. Hún er náttúrulega svona stærsta nafni í öllu slúðupökkunum í dag. Út af? Herðu, hún lést helgina. Alveg rétt, já. Já. Og það eru hérna svona, fréttinar eru mismunandi. Til dæmis það er Glee Tribute núna næst. Glee-hópurinn ætlar að taka bara Whitney-lög. Plöturnar hennar seljast víst gríðalega núna og hún er að fara í efsta sæti á flestum listum. Það er einhvern veginn alltaf þannig, ef að fólk svona frægir tónlistamenn deyja þá bara byrja plöturnar að mók seljast. Já, ég pældi í þessu sko, að hérna, ég fór á netti og það var svona verið að fara yfir ferilinn hennar og svona sko. Sorglegt hvernig þetta fór allt saman. Já, mjög sorglegt og allt það, en allt í hennu fór maður að heyra lög sem maður var búinn að gleyma svolítið. Já. My love is your love and your love is my... Ókla gott lag. Já. Ertu með það kannski líka? Já, ég aldrei... Þá allt í hennu fattaði ég bara, heyrðu, þetta er gott lag. Já. Fór að kíkja á þetta og þá allt í hennu fór að hugsa, heyrðu, það maður verður náttúrulega að eiga Best of Whitney. Já. Skilu, þá langar maður út í búið að kaupa hann, sko. Þetta er svona pínu áminning. Já, ég veit það. En það er samt og leiðilegt að fólk þurfa að deyja til þess að minna manna á diskana þeirra. Já, þetta er líka svo með Jackson, það gerist líka í honum. Það fór allir að kaupa Jackson diska og bara áka, hann var góður. Já. Eins og fólk get ekki fatta. Okay. Já, það vita það allir, hann var ógeðslega góður. Þetta er bara eins og með Rolling Stones, ég get lofaði því leið og Keith Richards deyr. Það eru, reyndar er hann kannski búinn að vera dáinn í 20 ár, það veit það enginn. Þá á allt í henni aftur að fara svona bara, heyrðu, aðeins svona að hugsa það, sko. Já, en það er líka annað mál með Whitney sem að mér fannst eiginlega svona versta fréttin af öllu. Það voru einhverja myndir af herberginu hennar og það stóð herberginu hennar Whitney ógeðslegt kvöldis daginn sem hún lést. Já. Og það var hérna... Ég sá það. Já, og herbergið var ekkert ógæstlegt. Nei, ég sá, það var fyrirsögnin var alveg sláandi myndir af hótelherbergi Whitney Houston. Ég bara sá fyrir mig bara kókainfjall og sprautun á það. Ég held að það væri búið að skýta upp á vegg. Já. Ég held að það væri eitthvað svona horfbjóður í gangi og maður er búin að loka sig þarna inni í 2-3 vikur. Já, nei, það var hálf, bjórdós. Heinekendós. Já, og eitt kampaðinsglas og eitt burger. Já, eitt hamborgarinn á baði og það stóð líka sérstaklega undir myndinni þar eitthvað, hvað er þessi hamborgar að gera inn á baðherbyggi? Og það bara svona, hvað er ekki drullu sama? Ef maður er ekki, sko, þegar maður fer á hótelherbyggi, þá á maður einmitt að brjóta reglurnar sem að maður brjóta upp vanan og segja bara, heyrðu, ég ætla í bað og ég ætla að fá mér hamborgar í baði. Það er enda, þú ert ekki að brjóta upp vanan þar en svona fyrir okkur hérna, þá væri það eitthvað nýttir okkur. Nei, veist, maður fer aldrei í bað, ég fer aldrei í baðkarið á hótelherbyggi. Ég er enda gert það er alveg kósi. Ég veit það. Ef maður er hérna þreyttur og svona... Já, og ég borða aldrei í baði, en þegar maður er að leyfa sér og er komin í frí eitthvað til útlanda og er á kósi stað á hóteli, þá á maður einmitt svona, hei, ég ætla í bað og borða. Já, þetta er líka bara það, it's got a ring to it, ég ætla að fara í bað með burgerinn minn. Já. Það er eitthvað skemmtilegt, en það er líka fyrsta sem ég hugsaði þegar ég sá hótelherbergi, ok, við erum nú farið í nokkra svona fríka útiferðir og annað. Já. Hvernig væri fjallað hótelherbergi okkar þá? Því að þar eru actually 3 kallmenn, allir ógeðslir. Já.
bara sem kunni ekki að hvorki að haga sér né taka til. Þannig að það var ekkert að herberginu hennar Whitney Houston og mér finnst það ömuleg frétt. Herðu, svo það næsta slúður, þetta var ekki allt bara Whitney Houston, það verður víst ekki Ghostbusters 3. Það búið að vera eitthvað sögursagnir það og Dan Aykroyd og hinleikarinn hérna sem var með honum eru búin að skrifa 300. Harold Ramis. Akkurat, Harold Ramis. En Bill Murray er búin að neita þeim öllum og búin að segja þessu öll of slöpp og hefur ekki áhuga að taka þátt í þessu. Leiðilegt fyrir, þú veist, ég myndi ekki eins og hvað hétt, Harold Ramis þarna. Hann er sko. Já, leiðilegt fyrir hann og þú veist, svona, þetta er, ok, það vitað allir, ef að kæm út Ghostbusters 3, fær á toppinum allan heim, þetta er að comeback, skilurðu, fyrir hann og jafnvel fyrir Dan Aykroyd líka, en svo er Bill Murray bara einhvern veginn aðal kóngurinn, bara veist að ég nennis ekki. Já, af því að þeir vita að þeir get ekki gert Ghostbusters án Bill Murrays. Nei, nákvæmlega. Það Bill Murray verður að vera. Hann er snillingurinn. Ég held þetta verði svona svipað eftir svona 10-15 ár þegar ég er að væli eitthvað Pétur að gera eitthvað svona 70 mínútur í Union og þeir eru svona nei, ég er bara, jú, gerið það. Búin að senda okkur hugmyndir og við bara svona ég veit það ekki. Herru, svo er það síðasta slúður dagsins, það er af henni Adele, vinkon okkar, hún var að vinna 6 Grammy-verðlaun á síðustu, Grammy-verðlaun hátíð bara núna á sunnudaginn. Já, hvað er aftur frægasta lagi með henni hana? Hvað heitir það? Never mind, I'll find someone like you. Já, spilaði það á eftir líka. Já, herru, mér langar að heyra það. Voðalertu væminn í dag. Þú vilt Whitney Houston, Alicia Keys og Adele. Ég veistu það. Ég veit ekki. Ég bara segi þetta allt í henni. Kannski er það út af því að það er valentínsdagurinn. Já, það er þetta ok. En kannski líka þegar ég er orðinn dauðþreyttur á öllu þessu helvitis hip-hop R&B kjaftaði sem ég spila á þessari drullu tussustöð. Já, það er Sveppi Krull í stúdíónu í dag. Herru, ég ætla að enda þetta. Adele, hún er sem sagt, hún ætlar að hætti tónlist núna í nokkur ár og einbeita sér ástinni. Hún er ástfangin og einbeita sér ástinni? Ég skil þetta ekki. Ég var einmitt að hugsa ef ég væri búin að, þú veist, vinna 6 Grammy-verðlaun, þá var ég bara, hey, let's go, næsta plata. Já, það er bara að halda áfram að vinna í tónlist. En hún ætlar að einbeita sér ástinni og vera hamingjusöm af því að hún vill ekki verða of fræg, segir hún, sem er alveg, þú veist, það er smá viti í þessu, sko. Já, en það er samt aðstæðan að segja að einbeita sér ástinni. Þú gerir það ekki millir 9 og 5 á daginn og, þú veist. Já, nú kannski eitthvað sem þú mættum bara að hugsa um. En herru, ég veit að þú fílaði þetta hérna, Lagsveppi. Þótt að sé ekki Adele eða Whitney. Þetta er alvöru. Já, ég er til í þetta. Já, því finnst það vanta þarna stundum inn í. Já. Svona með, þegar þú ert alveg að detta í gírinn. Please. Herru, hvernig var helgin þér? Horfðir á Grammy-verðlaunin, Sveppi? Helgin var góð, maður. Nei, ekki? Feskur? Jómandi góður, maður. Horfðir á Grammy? Heyrðu, ég horfði á fyrsta klukkutíman af Grammy. Já, svipað ég bara. Já, mér langaði að sjá bara svona hvernig það byrjaði, sko. Það var eitthvað ógeðslega skemmtilegt. LL Cool J, þarna kennari. Hvað hefur hann átt að gert? Hann hefur leikið fullt af bíómyndum og svo er hann með hann eitthvað sexy lag hann og eitthvað, þú veist. Hann er rappari og tónlistarmaður. Hann hefur leikið. Something like a phenomenon og eitthvað svona held ég. Já, ok, hann var alltaf næði, sko. Já, hann er þetta er náttúrulega freakshow, sko. Það er akkurat þetta er alveg, sástu. Þú veist eins og Lady Gaga. Lady Gaga, hvað rugl er í gangi? Já. Hún er bara með netasokkabuxur á hausnum. Já, þetta er líka, veist, þetta var svona fyndið fyrst og eitthvað, núna er þetta bara svona pínu þreytt. Já, þetta er bara svona, það er bara, hver er aðstæðanlegastur? Það er allir bara, allir troðfullir af sjálfum sér. Já, hún var ekkert svo eina sem var eins og fíblarna, sko. Nei, hún alveg. Sá hann einhverja, veist, menn í einhverju svona jakkafötum, maður bara svona, hvað er þetta? Risastóra hatta. Jappi svona einhverju jakkafötum með risahatt og maður bara svona, hvað er þetta að gera? Já, allir skrýtnir einhvern veginn. Já, við höfum nú verið á einni svona ásætti, það var reyndar ekki Grammy-verðlaunin, en... Nei, já, þetta var einmitt, þetta var eins og þau vorum á ásætti hérna hjá hárgreiðslu fólki á Íslandi. Já. Þar voru allir svona að reyna að vera alveg út úr flippaðir og niggaðir á því maður. Já, í einhverju svona geðu ykkur flippfötum með svart naglag eins og hérna, hvað er það, Raggi Quest eða eitthvað svolítið. Já, hvað heitir hann þetta? Það er stundum bara eins og hans er búin að sniffa aðeins svo mikið að lími, sko. Já. Hann allavega klæðið sér mjög skrítið, þótt ég held að sé alveg nettu gauður, sko. Já, hann var með mér í FB, sko, fýtt náungi og svona, sko. En þetta er oft svona keppni bara, hver er flippaðastur? Og er þetta fólk heima bara, shit, þetta grínast með þetta svarta naglalag. Veistu það, ég ætla að mála bara alla puttana með svarta og sjá hvað fólk segir. Ég vil reyndar, við höfum að hafa eitthvað svona partí, eitthvað svona þema, veist, hver kemur í skrýtnustu fötunum. Já. Það geta alveg verið gaman, sko. Það er alltaf gaman að fara í grímubúning, sko. Mér finnst ógeðslega gaman að fara í svona þemapartí. Mér finnst það svo, veist, það er alltaf stemming, skilur. Það er alltaf gaman þegar maður er mættur, en sko, það er alltaf erfitt svona vikun áður þegar maður er að pæli hvað maður ætlar að gera, sko. Já, ég væri geðveikt til að fara í svona, veist, bíómynd, eða þú ert að vera ykkur úr bíómynd. Já, ég er búinn að ákveða hver ég verði, sko. Ég veit alveg hvað ég verð. Ég veit alveg hvað ég verð. Já, má segja það, á samt tíma. Jokerinn.
Jokerinn, já. Það til að vera Heath Ledger Jokerinn. Það að kaupa hérna á netinu, svona búning. Það farið bara fjólubláa frakkan og hárkollin og allt. Það allir pakkin, sko. Ég held að það sé ógeðslega svalt. Mæta sem hann og why are you so serious, eitthvað. Ég held ég geti verið flottu þannig, dauðadrukkinn og ógeðslegur. Maður það líka passa að vera ekki skilur í Teletubbies að því að þá deyr maður hita og maður ekki að fara í bæ, sko. Ég veit að myndi borga pening fyrir að hafa þeir sem Teletubby. Þú veist, maður þarf að hugsa grímubúning þannig að þú geti kannski mögulega að sesta okkur bar og fengið drikk. Á þess að vera þetta skammar, þótt þú sést kannski aðstæðanur. Ég var alltaf langað til að vera hérna í Three Amigos. Búningnum. En þá þurftur að vera með 2 með þér, eða ekki? Að vera bara einn í svona kúrikabúning. Já, eða 2. Já. 2 eins. 2 amigos. Það er sniðugt. En þú varst að biðja á hann Someone Like You. Já. En ég var að spája að setja smá tvist á og þetta held ég vinsælasta föstudagslagi á Svessa Bergman í þessum þætti, fyrir og sér. Hvað söng Svessi síðastu föstudag? Hann söng Michael Jackson, Man in the Mirror. Já, ok. Hlustum á þetta, ég heyrði það ekki. Já, ég skal... Ég vil fá að ræða tónlistinu núna. En hérna komið, Someone Like You, ekki Adele, heldur Svessa Bergman, föstudagslagi og svo það Hitaklefinn og margt fleiri en réttanda hodni. Já, ef þetta lag kveikir ekki í manni, ég fæli bara svona lítinn svona safa í rassinu. Rólegur. Bara mynda svona... ekki eyðileggja fyrir mig Valentínusardaginn og þetta lag Forever. Þetta var ómikið upplýsingum. Safi í rassinu. En virkilega hugulegt þarna hjá Svessa og vel við hæfi svona á Valentínusardaginn. Já. En eins og við svo heppin búin að koma inn á hérna áður og þá hellingur framöndan hjá okkur. Við ætlum að spila hérna réttanda hodna ætlum að spila þegar við hringdum í mömmu fyrir í dag, náðum með platana með því að vera með við náðum með, hvað heitir þetta, númera, veist hérna Leynd, já. Það skiptir engum máli, við hringdum bara í mömmu hérna. Já, og svo erum við með hérna Hitaklefan og Svali hætti og FM voru frá Kanan. Við letum hann vel. Hann fekk að heyra. Já, svo ætlum við að hringja í Fjölnir Þorgis og eftir að því að Valentínusdagur og það eru fáir jafn rómantískir hann og við ætlum líka að hringja í Sverrir Stormsker. Það eru fáir sem eru jafn órómantískir og hann held ég. Þannig að það eins og ákomið fram hellingur að vera jafn líka. Já, líka, við ætlum að vera á rólugunótunum fyrst með sko. Viltu það í tónlistinni? Já. Veist hvað lag kemur núna eftir auglýsingarnar? Nei. Somebody that I used to know. Þú ert alltaf að byrja það. Fíla það. Ok, herru, fáum auglýsingar og svo komum við aftur. Þetta auglýsingar. Heiðar Austmann í boði KFC. Singer Twister á 699 krónur. Fáðu í þennan veglega konudagspakka handa konunni þinni. 1 SMS í 1917. Hraðpenningar.is 404 hjóladrifnar milljónir. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Íslendingar, skorum á Ólaf Ragnar og Dorrit að vera áfram á Bessastöðum. Skráðu þig á slóðina áskorun-til-forseta.is. Stuðningsmenn. Febrúar fjölskyldumánuður á American Style. Dalvar og yngri bara fríst í febrúar. American Style. Fjörið hefst á ný í meistaradeild Evrópu og Evrópudeildinni á Stöð 2 Sport. Bayer Leverkusen Barcelona í kvöld. AC Milan Arsenal á miðvikudag og Ajax Manchester United á fimmtudag. Þorsteinn Jóð og félagar fyrir og eftir alla stórleikina í meistaradeildinni. Fáðu þér áskrift í síma 512 5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Hér í lófa lagið að finna lægsta eldsneytisverðið með nýja Orku-appinu. Orku-appið. App í hendi. Rósir og rómantík á Valentínusardaginn. Gríftu gjöfina í Garðheimum. Garðheimar. FM 95 Blö í boði. Lakkerón gerir þið ekki sköllóttan. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Used to know. Já, þetta Goiche. Uppáhaldslægið mitt. Já, þetta ógeðslega flott lag reyndar. Þetta ekki svona one hit wonder eitthvað? Já, ég held að þetta sé bara eitthvað nýtt og ferskt sko. Það held ég allavega ekki heyrt neinn önnulög með Goiche. Það verður að viðkynnast. Goiche, flott nafn. Goiche, já, en herðu, það hins vegar komið að því að við ætlum að spila núna við Sveppi. Við heyrðum loksins í Múttu aftur í dag. Já. Náðum að plata hana aðeins með leyninúmeri og já, hún hefur ekki svarað okkur lengi og það vildi svo skemmtilega til að Pétur, hann var með mér þetta síðasta miðvikudag og þá var sem sagt Dæja systir, sagði okkur, ég hringdi sem sagt í Dæju að því hún átti ammali. Já, ég var með þér, þetta er eitthvað ruggla. Þú varst með mér, já. Já, ég og Pétur hringdi með ömmu, já.
Við hringdum í Dæju, sýstíðina. Já, ég og Pétur hringdi mjömmu. Já, Dæja sagði að mamma henn var á deiti. Já, og myndi þess vegna ekki komið afmælega kvöldið, þess að bara í eitthvað smá sushi. Já. Og við hefum ekki náð á múttu síðan. Nei. En náðum hins vegar á henni í dag og við skulum bara spila hérna þegar við hringdum í hana í múttu fyrir í dag. Já. Halló. Múta? Já. Hæ, draugur. Nei. Hvað? Nei, ég tala ekki við. Hvað, mamma, þetta er bara ég samt, ég er að syngja bara einn á vinnunni, ég er í vinnusímanum sko, þess vegna er þetta leyninúmer. Ég veit þú ert í vinnunni. Já, það er ekki verið að taka þetta upp eða neitt. Þú lýgur því. Nei, ég ætla bara að syngja í þig, ég er bara nýri vinnu. Ákveður er þá ekki Sveppi þetta með mér ef við varum að fýblast í þér? Ég ætla bara að syngja í þig. Hvernig erstu? Já, þú hringir ekki bara gemsónu þínum. Því að þetta er frýtt, ég er nýri vinnu, það er frýtt að hringja þessum síma. Já. Viltu að ég hringi frekar á vinnu sína hérna að gemsanum eða? Nei. Hvað, treystur mér ekki það? Hæ? Hvað, treystur mér ekki það? Nei. Nei, hvað róleg? Ekki fyrir hot, ekki á þessum dögum. Nei, ég veit, ertu ekki góð annars að? Jú. Herri, ég þarf að kynna henni einn vinn minn, hann heitir Sveppi. Hvað segir þér gamla? Ég vissi. Ég vil ekki gaman að heyri þér, maður. Ég vil ekki tala við þér. Langt sér ég heyrti þér. Herru, við höfum ekki heyrt í þér svo lengi, maður. Já, mér er alveg sama. Þú veist að ég vil ekki tala við þér. Hvað er verið að vesanast? Ég var bara nýkomin heim á vinnunni. Nó. En það er reyndar eitt sem hefur aðeins brunnið að mér múta. Já. Það er bara verið að fara á stefnumóta hans að láta hvorki móði sína nýja son vita, eða? Móður sína? Já, mamma, ég hringdi ömmu í þættunum daginn, hún vissi ekki að það verið að vera á stefnumót. Auðvun, ég lofaði því, ég myndi aldrei ræða það við þig í útvarpi. Nei. Ekki eitt augnablik, látt þér ekki þetta það í hug. Hver var sá hefni? Strákað. Nei, ok. Herðu, þú hefur allavega... Það er með ykkur. Þú hefur allavega getað sendt Sonny Boy eitt SMS eitthvað, múta farin á date, eitthvað svona. Hefðu auðvun, þið kemur þér eitthvað við hvað ég er að gera. Í alvöru? Já, er ég ekki soninn? Jú, en ég vil ekki ræða við þetta í útvarpi. Ég var ekki að ræða það. Ég hringdi ömmu samt. Já, ég veist það. Já, og herðu, hún kom bara fjöllum og hún er mamma þinn. Já, herðu, ég er alveg 50 Auðun. Já, en svona... Þú lítur að fá leyfi frá mömmu? Nei, það þýðir ekkert að læðast með fram veggjum með þetta, þú ert að fara á þennan mót. Ég vil ekki tala við ykkur. Ertu núna, ok, bara aðeins svona, ertu ekki hress annars? Jú. Þú skulum ekki vera með neinlega, ekkert að tala um stefnum út eða neitt. Nei, jú, ég er mjög góð. Hvað er verið að blasa? Ekkert sérstak. Ok, hvernig kvöldi? Ég minna, nú er Valentínusardagur, er að koma annað stefnumóti eða hvað er að gera? Ég kann ekki ræða þetta við ykkur í síman. Er hann búinn að senda þér eitthvað krútlegt SMS? Strákar, hættu þessu. Ok, en svona öllu ganni sleftu, á að gera eitthvað í kvöld á Valentínusardaginn? Nei. Ekki neitt? Ég veit það ekki, ég er ekki búinn að ákveða það. Ekkert búinn að heyra í honum? Strákar. Bóstlega eru þið leiðilegir. Það er alveg með einsæmum. En það væri rosa sterkt hjá honum að gera eitthvað í dag. Strákar. Það myndi maður halda, sko. Ég ræði þetta ekki í útvarpi. Þið eru ekki í lægi. Ok, en eina sem ég ætla að segja er bara hér og nú, ég er ekki að fara að kalla hann mann pappa, sko, maður hafa það alveg á hreinu. Pappa líkur hún að setja blöð? Varapappi. Strákar. Nei, en svona núna, við ætlum ekki að spila í til loftuna neitt, hvað er sem maður að gera? Heyrðu, ekki ljúga að mér. Ekkert svona, sko. Ég læt nú ekki taka mig algjörlega í raskandi, sko. Það er nú alveg á hreinu. Ég veit er óbúslega forvitnir, en ég ætla ekki að upplýsa ykkur nokkuð skapal hlut í útvarpi. Það kemur ekkert ekki að reyna. Já, við getum alltaf að orða það þannig. Sama hver þetta er, hann er heppinn. Já, þetta er heppinn maður, það er eina sem ég geti sagt. Ég ætla rétt að vona að hann viti það. Já, örugglega. En hérna... Veit hann að þú ert mamma að sveita blöð? Já, strákar hættu þessu. Ok, en eitt í lokin, við ætlum að taka bíó vikuna, ekki? Jú. Ok, og að þau erum ekki útvarpi, allar þá segja mér betur frá þessu? Já, ef þú lofar að ræða það útvarpi. Ok, þannig þá. Var hann að fara með þér á date bara því að þú ert mamma sveita? Hættu þessu. Var það svona kveikjan? Er þetta með biggest fan, eða? Strákar, ég ætla að ringja hann undir 465 og segja að það megi ekki vera með óskráð símanúmer. Það ringir svona. Ok, við skulum sleppa þér. Gaman að heyra í þér, mamma. Já. Það var gott. Takk fyrir það, elskan. Bye. Heyri ykkur. Bye.
Við gátum ekki verið vondið hana lengur. En ég heyrði á henni, heyrðir hvað hún var lífsglöð. Já, hún góð skapið þess að dagana. Ég held þetta sé að greinlega eitthvað að gerast þarna, sko. Ætli hún hafi verið heppin. Þegiðu. Jay-Z og Alicia Keys, sérstætt óskalag fyrir Sveppa Krull sem setur mitt hérna beint á móti mér eins og alla aðra þriðdaga. Það eitthvað við þetta lag, sko. Já, þetta ógeðslega flott lag, ég var ekki búinn að heyra það með þessa lengi núna, sko. Hrikalega flott. Þú ert alveg komið 3-4 óskalag þess að þetta. Já, og þau verða fleiri, kallið minn. Það topp tónlist í gangi. Topp tónlist af því 957. Herðu, já, múttagreifið leikum hana grátt þarna fyrr í dag en hún var í hrikalega góðu skapi. Já, hún var hún glöð þessa dagana. Já, það gaman að þessu. Já, það alltaf fallegt. Það eitthvað eina, ég held að sé ekkert sem hann vill meira heldur en að móðir sín sé glöð. Já. Það var svona maður sögsóti, kannski að því ég á ekki börn. Já. Þú vilt kannski frekar að börni í þessu glöð. Já, maður vil bara bara fjölskyldan séu svona þokkalega glæði, sko. Svolítið erfitt að gera upp á milli kannski. Þú veist, það ekkert gaman að vera með hund, þunglinda móður, skilur við? Nei, það ekki gaman. En það er ekki það sem við ætlum að ræða hér. Það styttist í hitaklefann Svali sem að yfirgaf FM skútuna hérna daginn og fór yfir á Kanan. Já. Lenti í hitaklefa dagsins og sá fekk að heyra það. Já. Við erum líka með, símtöl í bæði Sverri Stormsker og Fjölnir Þorgeirs, það sem er Valentínusardagur. Já, ætlum að hringja Sverri í beinni hérna eftir. Já, en við hins vegar ætlum nú að byrja með þann daginn að þá hringdum við nú naktir félagarnir hérna í stúdíónu að því að við ætlum að gera alltaf eitthvað þriðjudögum sem aldrei verið gert áður í útvarpi. Og já, við erum með smá hugmyndunan. Við ætlum að biðja fólk núna að við erum með eitthvað góðar hugmyndir að hringja inn í 511-0957. Við ætlum að taka inn í beina. 511-0957. Góðar hugmyndir sem hafa aldrei verið gerðar í útvarpi. Já, og ef við fáum ekki, við gefum kannski, veist, ég nenni ekki eitthvað að segja bara svona kúka í eða eitthvað svona. En ef við fáum bara lélegar hugmyndir þá tekur þarna gáminnið ekki. Já. Ok, það opnum við aðeins fyrir síman. Við ætlum að gefa 5 hlustendur séns að koma með góða hugmynd sem aldrei verið gerð í útvarpi sem við getum hjólað í núna. Maður sjá, FN95 lög, góðan daginn. Kissistur. Kissistur, já. Hvað heitir þið, Lilli Gú-Gú-Gú? Hvað heitir þau? Já. Ok, þú rætti barnið, ekki fyrsta sinn. Herri, já, kissust við erum nú gert það í sjónvarpinu. Það er náttúrulega orðið erfitt, við erum búin að gera allan fjandann. FN95 lög, góðan daginn. Já, þessi skellti brá. FN95 blöð. Það er í gangi hérna. FN95 blöð, góðan daginn. Já, komdu sæl. Já, komdu sæl. Og gleðilega Valentínusardag. Takk fyrir, takk fyrir. Æði. Hérna, ertu með eitthvað hugmynd sem að Sveppi getur gert eða við sem aldrei verið gert í útvarpaður? Já, þið með ekki hlusta þetta fyrir meðan. Hérna, við vorum veltað fyrir eitthvað hvort þið myndi hringja bara að hafa skóinn sér uppi hérna meðan. Hafa skóinn sér uppi, já. Ok. Takk innkomið með skóinn uppi sér. Það er mjög snuð, það er góð pæling. Það er svolítið rómatist, það er eitthvað svona uppi sér rómatist á Valentínus. Það er gaman á skulir orða þetta þannig að það sé rómatist að vera með eitthvað uppi sér á Valentínusardaginn, hvort sem það er skór eða eitthvað annað. Það er ekki skrítið að það er ekki vilja að einhver börnum myndi heyra þetta. Heyrðu, skóinn uppi sér, mjög góð hugmynd. Myndirðu fyrir ekki vilja það heldur en hann tæki innkomuna hérna, það er nefnilega ógeðslu ruslagámur hérna við hliðina á fyrirtækinu. Ég sá þetta í morgun, hann er svo rónið, hann er vel skeggjaður strákurinn, sko. Fólk mun halda ég sé að reyna að finna mér eitthvað að geta, sko. Já. Það er ok, allavega, skór uppi, þetta er ok, kissa, skór uppi, þetta má taka 3 við og takk hjá. Mjög gott, mjög gott. Ok, bæm. Ég er með eitt hérna sem ég var að fá í SMS-i. Hvað? Frá félaga mínum á Vestfjörðum, hann heitir Pétur Magnússon. Já, snillingur. Já, hann sendi hérna... Hann er rómantískur maður. Hann er mjög rómantískur maður. Já. Hann sendi, hérna er hugmynd, grjóthaldi kjafti. Það hefur aldrei verið gert í útvarpaður. Herðu, FN95 blöð, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, hvað hugmynd ert þú með? Herðu, strákar, þið eitt eftir, það er að vaksa rassalík. Já. Vaksa sér raskandi. En við sko, það er erfitt að því að núna, þetta er eitthvað sem við ætlum að gera í dag. Við erum enda með nokkrar hugmyndinum að Sveppurinn datt bara svo seint inn í dag, við náðum ekki að framkoma eina þeirra. Þannig að hérna, þetta er eitthvað sem þarf að gerast bara hérna. Það er svo erfitt að vaksa raskat, sko. Eftir viku. Eftir viku, það er aldrei að vita. Þá verðum við að taka rassinn á þetta, hann er loðinn eins og sko... Nei, hann er ekkert... Hjúbakka. Finn meira, rassinn hann er ekkert svo loðinn. Hjúbakka er bara... Ég skal sína það, sér þetta. Þetta er ekkert svo loðinn. Nei, þetta er svona smá átnýtt. Nei, sér þetta. Finnst þetta mikið árum? Nei, ég meina... Ekki svona með það sem hún helst. Nei, þetta er alltaf meira en á hausnum að þér. Þegið. Herru, takk fyrir þetta, Önur. Ok, takk. Ok, bye. Herru, vaksa rass, skórin uppi eða kissast. Já. Á frennur slæmið, þá myndi ég, taka skóin hann. Ok. Herru, feiren, FN95 blöð, góðan daginn. Halló, maður sjá, FN95 blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Jæja, hvað hugmynd ert þú með? Herðu. Já.
Mér datt svona í hug að ég getur tekið eitt þátt með svona 20 tyggjó upp í ykkur hvor. Þetta er skemmtilega. Já, tróðfulla munn, vera með kynningu með... Tróðfulla munn á tyggjói. Húpa búpa. Bara setja eins mikið tyggjó við getum og taka inn innkomu þannig. Já, eitthvað svo leiðist bara. Já, góð pæling. Fíla þetta. Takk fyrir þetta, Önur. Ok, það eru þá það síðasti. Hvað finnst þið best að þessu yngar til? Ertu að fara í gáminn eða? Svo er náttúrulega spurningin að fara í gáminn. Já. Vera með skóin upp í sér. Með skóin upp í sér. Og tyggjó. Já, eitthvað svoleiðis. Tökum þannig innkomið þetta. Já, getur prófað það sko. Sjáum hérna einu hugmyndi viðbót. FN95 blöð. Já, herru, hvað með að tala ennsku bara allan þáttinn? Allan þáttinn? Allan þáttinn. Það getur orðið steikt, en ég var alveg til að taka eina innkoma eftir á ennsku. Við getum tekið, ekki bara hafa þetta þannig sveppi. Þú ferð út í ruslagám, setur skóin upp í. Þetta er allt eitthvað sem að þú sér fyrir að ég geri. Herðu, ætlað þú að vera á tökunum? Því miður, þú kannt ekki á borðið. Já, það væri fyrsta skipti í útvarpi. Já, ok, en er skemmtilegt að vera upp í gám, með skóin upp í sér, fullt af tyggjói og tala ensku? Og tala ensku? Já, þá erum við eiginlega búin að sinna öllum, eina sem þú ert ekki að gera, þú ert ekki að kissa með að vaksa það raskandi. Já, ég er til. Herru, þá ætlum við að gera það eftir. Takk fyrir þetta, Önur. Ok, bæn. Ok, herru, þá er það komið einhver sem er aldrei verið gert í útvarp áður. Við ætlum að fara í ruslagám. En við okkur vantar tyggjó. Já, græjum tyggjó hérna í mötunendinu. Fáum bara smá auglýsingar, svo hér rétt handa á horni er hitaklefinn og það sem við vorum að ræða hérna rétt á hann. Árlegt konungvöld FN95 verður haldið á skemmtistanum Austur laugardaginn 18. febrúar næstkomandi. Tekið verður á móti konum með veitingu frá veitingastanum Tandoori ásamt því að Smirnoff kynnir frábæra bragðtegundir. Kynningar frá Tiki-hárvörum, NYX, Cosmetics, Airbrush og Makeup School, Mótus hárstofu og snyrtistofunni Systraseli. Nokkra konur á kvöldinu sjálfu geta nælt sér í ferðavirðing út í heim með Wow Air. Á slaginu kl. 10 hefst svo frábær dagskrá fyrir konurnar. Magni, Blár Ópal, Úlfur, Friðrik Dór og systkinadúettinn Arnar og Ingunn. Uppistand frá Jóa með Íslandi og Purupiltum ásamt öðrum óvæntum uppákomum. Kynni kvöldsins er Ernadís og morgunþættinum Magasín. Ekki missa konukvöldi FN97 á Austur þann 18. febrúar. Miðar eingöngu fáanlegir á FN957. FM957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Miðasal er í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58-12345. FM957 og Hátækni ætla að gefa þér möguleika á að eignast nýjan byltingarkenndan Android-síma frá Motorola. Razer er aðeins 7,1 mm þunnur og er því þynnsti síminn á markanum í dag og jafnframt svo sterkasti því síminn er úr kevlarefni sem er sama efni og er notað í skotheld vesti. Svo er síminn vassvarinn með nanotækni. Ef þú vilt eignast þennan frábæra síma sem kostar 99.995 krónur skaltu fara sem snöggvast inn á fm957.is og skráðu til leiks. Föstudaginn 17. febrúar þarftu svo að vera með gamla síman við höndina því þá hringjum við í heppin vinningshafa. FM957 og Hátækni, grjóthörð og vassend. FM95 Blö er í boði. 19 kredi. Ársins af hlustendum FM95 Blö og eiginlega bara maður ársins út allt þetta síðasta ár, Múkisson, miðlaði Kletturinn hérna á FM95 Blö. Öddi og Sveppi með ykkur til 6 í dag og það er komið að föstum lið sem er alltaf á þriðjudögum hjá okkur strákunum og hann heitir Hitaklefinn. Já! Og Hitaklefinn að þessu sinni er á Svala og ég held að þekki flestir hlustendur FM957 Svala. Hann vann hérna í 20 ár og ákvaðum daginn að hætta á FM og er að fara yfir á Kanan. Já. Og það er eitthvað sem við Sveppi sem erum að vinna á FM957 fílum ekki. Sættum okkur ekki við. Já, sættum okkur ekki við það og ákveðum að ringja í Svala og dobla hann í Hitaklefinn. Fyndið að hann skulle vera búinn að vinna hérna í 20 ár því að hann lítur út að vera 13 ára. Já, hann virðist ekki eldast, hann er eins og Benjamin Button bara. Hann er eldast í vitlaus átt. Hann bara lítur betur út alltaf með árunum. Peter Pan. Já, svo ætlum við eftir að fara í ruslagám með allt dótið sem hlustendur hvött okkur í án. Að vera með skó og tyggjó og tala ensku. Skó, tyggjó og tala ensku í ruslagámi. Aldrei verið gett í útvarpaður. En Hitaklefinn á Svala, fáum hann. Já. Er það Svali? Hann sjálfur. Góndu sæll og ertu velkomin í Hitaklefinn. Anskotin. Akkur ertu hættur á FM? Af því að auðvitað alveg frumunni. Af hverju ertu farin á Kanan, drengur?
Það var einhver að gera eitthvað í því. Ertu orðin kanamella? Já, maður geti haldið það. Hvað er Einar Bárðarsson að bjóða þessum að við getum ekki, Svali? Það er gott að borða með Einari. Er það satt að þið lítið út eins og tölustafurinn 10 þegar þið standið lið við lið? Já. Ætlar að halda þig við nafni Svali á kananum eða verður það Hæsi eða Trópi að það gerðið? Svali! Er þér alveg sama FM fjölskylduna? Alls ekki. Var það ekki einu sinni FM, alltaf FM? Út búin að stinga okkur í baki á það, drengur! Látt ekki um það, þetta er bara til að gera meira stuð. Er þér sama okkur Heiðar Austan? Nei, rauninni. Hvernig heldur að honum líði, Svali? Ég veit ekki, þarf ég að fara að hringja í hann? Já! Er hann illa haldinn? Er þér alveg sama þetta? Nei, mér er alls ekki sama. Hvernig getur eftir 20 ár stungi okkur svona í baki, Svali? Strákar, það er líf. Ertu ekki eðal blóð? Ég er góður maður, sko, það er líf fyrir utan mig. Þú lígur í! Þú segist þér að hætta á FM og allir í CrossFit, svo les maður og sér komin á aðra útastöð. Hvernig stendur á því, Svali? Af því að hlutinni gera svo gæla trætt. Er þetta Einar Bárðarsson sem á upptökin að þessu? Já, ég verður öruglega. Var það hann sem að náði þér yfir? Já, mögulega. Segðu sannleikann! Það var toppa. Heldur að þú endist jafn lengi á kanonum og Gulli, Helga og Tvíhöfði eða nærðu 3 vikum? Vonandi meira, aðeins meira. Þú átt heima eða hjá okkur? I'll be back. Svali, ég sakna þín. No. Hann er að djóka! Ég er að grínast, farði í raskat, Svali. Það er öllum drullu sama. Okkur er nákvæmlega sama. Ok, gott að heyra. Ok, Svali minn, hafði það sem allra best. Takk fyrir komin í hitakleðuna. Ég er alveg búinn núna. Úff. Já, þetta ég er búinn að skella á hann. Já, ég meina, hann sveik okkur. Hann sveik? En hann virtist hress. Já, Svali er alltaf hress og Svali er eðaldrengur og já, það er Einar Bárða líka. Það er bara komið smá sanngjarni, þetta ekki? Já, gaman að þessu. Vinsælasta lagið á stöðinni, International Love með Pitbull, en já, eins og glöggir hlustendur heyrðu áðan, þá ætlum við Sveppi að prófa eitthvað nýtt alla þriðjudaga í útvarpi, eitthvað sem aldrei verið gert í útvarpi áður. Við fengum hlustendur til þess að hringja inn og segja okkur hvað við ættum að gera í útsendingu sem hefur ekki verið gert áður, og við ákvaðum að taka bara allan pakkan, og nú er ég að fara að hringja Sveppa því að hann er á leiðinni í ruslagám hérna fyrir utan fyrirtækið. Við áttum að vera með tyggjó, skó upp í sér og tala ensku, þannig að now I'm gonna start talking English. That's what I need to do. Something that has never been done on radio before. Sweppy. Yeah. Right, English? Yes, hi. Hi, are you there? Yes, I'm here. Okay. Where are you now? I'm in front of the game. Of the game, Gámur? Yes, and I'm putting some gums in my mouth now. Okay, so you're not in the Gámur? No. I'm just in front of it. Okay, are you putting a lot of gum in your mouth? Yeah, I'm putting extra. Okay. And there's a lot of extras. Okay, so a lot of extra in your mouth, and then you have to put your shoe in the mouth, go into the dumpster, and talk. Okay, I just empty the back. Okay, I can hear you have a lot of bubble gum in your mouth. Okay. Whoa. Is there a lot of things in the Gámur? No, just a couple of bags. Okay, I can hear it's empty. Yeah. Okay, is it cozy? Now I'm going in. Okay. Okay. Mister, I am inside the garage. Okay, so you're inside, and with the bubble gum, have you put the shoe in your mouth? No, I'm now taking my shoe off. Okay. Now I just have to, jump on my other leg. Yeah. And now I'm gonna put my shoes in my mouth. Okay, put the shoe in your mouth. It's a little bit dirty. The shoe? Yeah. Okay. And the gum is making a lot of, munvat.
Yeah, mouth water. It's on. Is the shoe in your mouth now? Yeah. Okay, so you're in a dumpster with lots of gum and a shoe in your mouth talking English on the radio. Yeah. Þetta eitthvað... This is Mr. Mushroom speaking. This is Mr. Mushroom. Yes? I'm Mr. Mushroom. And you're listening to 9.7 Blur. Okay. This is cool. Þá erum við búin að gera eitthvað sem aldrei verið gert í útvarpi áður. Sverrir Þór Sverrisson staddur inn í ruslagám með kjaftinn fullan að tyggja og skóin uppi sér og að tala ensku. I could actually live here. I could live here. Are you living? You could live there? Yes. Okay, it's very cozy. Yeah, it's very cozy. It's almost empty. Okay. You can listen. This is car. This is... Ekki hræða fólki hérna sem á leiðinni í fyrirtæki, maður. There are people watching me now. Are people watching you? Yeah, from outside. You don't hate that? Yeah, I mean, they think I'm sick. And they're just, shaking their heads, okay. Okay. But I still have my shoe in my mouth. Yeah, I hear that. Yeah, I've never done it before. Þetta ríkalega skemmtilegt. Þá heyrið það hlustendur eitthvað sem aldrei verið gert í útvarpaður. Sveppi inn í ruslagamið með skóin uppi sem fullt að tyggja og að tala ensku. Ætlum að fara núna hérna í stuttar auglýsingar og komum svo grjótarinn tilbaka þar sem meðal annars ætlum að hringja í Fjölnir Þorgeirsson og Sverrir Stormskera því að þetta eru bæði rómantískasti og órómantískasti maðurinn á landinu að okkar mati. Það þið takkar! Klukkan 7. Margir sem að glíma við það vanta líffæri. Svo hérna Parísarhjóladagur í dag. Margir sem glíma við það vanta líffæri. Já, ég meina það bara svo liðis. Erst þú með Nokia síma þá eða? Já. Já, ok. En þú getur ekki gert þetta til dæmis með Nokia símaðin, séu þau? Siri not available. Byrju. Á FM 957. Stílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Viðgerðarþjónusta. Húsþjónusta BJB. BJB.is. Forsetinn er hamborgari. Hamborgarafabrikan. 5757575. Fabrikan@fabrikan.is. Tilboð á stöðinni, tilboð í dekk, spurningu, útsölustaðinni, lægsta eldsneytisverðið, þetta allt í Orku-appinu. Orku-appið, app í hendi. Febrúar tilboð í 10.11. Hleðsla á 119 krónur. Sínalkó á 159 krónur. Lion Bar Extra á 119 krónur. Kleinurringur á 99 krónur. 10.11. Alltaf opið. Í dag þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos 58-12345. Nýtt frá hraðbenningum. 10, 15, 20, 25, 30, 35 eða 40.000 krónur. Hratt og örugglega beint inn á reikningi þinn. Hraðbenningar.is. Veldu þér þína upphæð. Nú eru sófadagar í húsgagnahöllinni. Allir sófar með 20% afslætti. 9. til 18. febrúar. Verið velkomin í húsgagnahöllina. Komdu í Systracell og gefðu konu þinni dekur á konudaginn. Gefðu henni Intracuticals Infusion súrefnismeðferð sem endurnærir og fegrar húðina. Systracell. Háaleitisbraut 58 til 60. Systracell.is. Háskólinn í Reykjavík skemmtilegur og persónulegur skóli. HR hefur algjöra forystu í tækni, viðskiptum og lögfræði og skiptinám í útlöndum getur verið hluti af náminu. Komdu í heimsókn á háskóladeginum eftir hádegi á laugardaginn og kynntu þér möguleika framtíðarinnar. Háskólinn í Reykjavík. Saman látum við hjólin snúast. Í dag ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunnar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan.
Rain syngur Bruno Mars eða vælir Bruno Mars svona heldur vera kannski en þetta endar orðin virkilega vinsæll tónlistarmaður bæði á FM 957 og í Bandaríkjunum. Já, hann æðislega Bruno. Já, hann kannski ekki mitt kaffi en vinsæll hann. En herðu Sverrir, þar sem að nú Valentínsdagurinn. Já. Og já, herðu, velkomin aftur úr gámnum, hvernig var það inni? Já, þetta var spes. Nú ekki? Já. Vond líkt þarna? Nei, þetta var bara svona tiltölulega hreitt gámur, svona mjög lítið af rusli sko, greinlega nýbúið á tæman en svona tóma hljóð, mjög skemmtilegt að hafa gert þetta sko. Já, þetta hressandi, en hvað, gætur þú hugsaðir að búa í svona gám ef þú værir, skilurðu? Róni? Já. Það ekki? Já. Það var alveg hlýtt að það. Í stæðin fyrir að vera svona pappakössum og svona, En alltaf fyrsta sem ég myndi gera ef ég væri Róni, það að safna mér pening til þess að fljúa til Suður Frakklands. Já, vera í eitthvað svona heitu landi, Róni. Miklu frekar að vera döð og drukkin nýri Plaza de Comédie, skilur, í Montpellier heldur en hérna. Já, eða bara Miami eða eitthvað, skilur. Já. Ég sammála því, ef ég myndi hérna að henda mér í Rónan, þá myndi ég vera eitthvað stærra sem hlýtt og gott. Já, ekki hérna maður. Og líka, og ekki í Reykjavík, frekar taka þá Sauðárkrók eða eitthvað. Nei. Jó, óksla þægilt vera þar bara... Það myndi enginn gefa þér pening þar. Jú, blessaðurstu, það er ekki til betra fólk á Íslandi en skafringar. En herðu, já, eins og ég var að segja, þá er Valentínsdagurinn og allt svona, þú veist, svona sem ég fæ sent í tölvunni út af, hérna, þú veist, það sem þið getur lesið í dag í útvarpinu og eitthvað svona, það er allt tengt Valentínsdaginn. Og ég var að spá að lesa bara fyrir hérna svona sem ég fannst eða skást og það var hérna verið að tala hvað má og hvað má ekki, hvað átt alls ekki að gera á stefnumótum. Það er svo mikið kjaftaði maður. Já, það er að því að Íslendingar við erum ekkert svo mikið að deyta á Íslandi, fjandinn. Bara pikkar upp einhverja gæla á Facebook og krippar í hana maður og hendur hann út. Nei, maður, herru, það sem má ekki á stefnumótum er, eða svona sem er óvinnselast hjá kvenfólki, það er að strákarnir nota síman of mikið. Þeir eru endalaust að senda SMS, eða tjekka á e-mailunum sínum eða hangin á Facebook eða Twitter í símanum sínum. Það er, segir sér sjálf, þetta er eitthvað sem maður myndi ekki gera. Þetta er á konuna. Já, það verður að hanga á Facebook og þú ert á einhverju stefnumóti á Ítalíu kannski. Já, það er kjánlegt. Herru, svo áttu alls ekki að vera, þetta er já, það var 75% sem sögðu það. Það var svona algengast. En svo er hérna 73% sögðu að þú ættir alls ekki að vera hérna dónalur, að það er svona turn off þegar þú dónalur við þjónin eða þjónustu stúlkuna. Ef þú getur mann lendið í það? Nei, ég passa mér mjög mikið að vera ekki dónalur við þjónustu fólk. Einu svona, hann er nú ekki dónalur, en einu svona sem ég hræðist, það er hann Atli Albert. Já, sem var með okkur í Strákunum. Það var alltaf bara, ef hann var að fara að panta sér einhverstað erlendis eða á Íslandi, ég fekk alltaf bara í magan. Já, það var alltaf vesen. Já, hörðu, ég ætla að fá svona hérna, en ennur að passa að það sé ekki eldað eins hérna með og veist, þetta var alltaf eitthvað svona geðflóki. Já, brokkolínu og lítið sósu og hann var alltaf að senda allt tilbaka. Já, svo kom maturinn bara, herðu, ég held ég að tala um að sleppa brokkolínu, en það er kannski bara ég og maður bara svona, ég ætti þetta bara maður. Já. Herðu, svo er hérna að tala ekki of mikið fyrrverandi, ef þú ert á stefnumóti í kvöld. Veist, hverju ætti maður að vera að gera það? Ef þú ert að hitta nýja stúlku, síðasta sem ég myndi gera var að tala alltaf um fyrrverandi kærastunum mína. Já. Það er bara mjög heimst. Ekki drekka mikið. Það sem þú að lausa? Það er að tala um á stefnumótinu villisengurinn. En það er reyndar, ég get ekki verið alveg sammála því. Það er alltaf að poppa sem á rauðín og það bara svona hjálpar, þú veist, hjálpar ykkur að tala saman og svona eða ekki. Já, en þú mátt ekki vera orðin þvöglumæltur kannski. Nei, það er ekki að tala um það. Það er nú ekki oft sem þú sér mig þvöglumæltan, sko. Og ég fá mér í 2 bjóra. Já, og svo þarf það borga, já, það var 33% sögðu þegar hann borgar ekki sinn hluta og helst að borga allt stefnumótið. Þarna vil ég setja spurningamarki. Hverju borga konan aldrei? Ég meina að því að þú ert að bjóða stelp á date þá það er ekki bara lágmark að þú borgi fyrir stefnumótið. Mér finnst að ég myndi einhvern veginn ekki svona, herru, ertu með 2000 skallaður? Þú veist, það er eitthvað glata við það. Já, ég sammála því. Ég get alveg verið sammála því. Ef að þú býður gæla á date, þá borgar þú. Já. En það er alltaf gengið út frá því að kallinn borgi allan fjandan. Nei, það er málið. Já, konum ganga, þú veist, það er haldið það bara. Ég sé það, þetta liggur á þér. Nei, mér finnst bara gaman að velta þessu upp, af því að þetta er svo mikið tabú. Já, ég veit það. En ég verði samt að vera sammála á konum þar. Kallinn á að borga þú út að fara stefnumót. Svo náttúrulega minna að þú ert komin í samband með stelpunni þá. Allt í lagi að hafa þetta kannski 50-50 eða eitthvað, eða ekki? Já, þá er það nú bara svona sameiginlegu fjárhagur, sko. Einmitt, saman ég er að tala um. En það veist, sameiginlegu fjárhagur, það er kannski þegar þeir eru búin að saman í 10 ár, en þeir eru búin að saman í 1 ár. 1 ár? Já.
eða svona, veist, hálft ár, segjum hálft ár, þá voru ekkert byrjað að búa saman. Nei. Það var samt alltaf að skipta þessu 50-50. Já, ég meina það, við getum alltaf orðað þannig, það myndi ekki drepa kettlinguna að rífa upp öskið einstöku sinni. Hér í þetta hóttinu ætlum við að ringja í Fjölni Þorgeirs, þar sem er Valentínusdagur líka hér í Sverri Stormsker. Þannig að það er nóg að vera einn af strákunum, en ég ætla að setja á, þetta er uppáhaldslægið mitt í dag, hlusta á þetta. Þetta eru strákunir í Úlfur. Ég er farinn, þessi snillingar koma frá Sauðárkróki og þetta lag er í bullinu. Alveg með þetta. Úlfur, ertu ekki að fíla þetta, Sveppi? Þetta er grúfi. Já, þetta er gott lag, maður. Úgeðslega flott. Grúfi skítur að það, maður. Það er grúfi kúkur þarna á ferð, maður. Já, töff að segja svona ljótt orð. Þessu gott lag, maður. Jæja, eins og við sögðum aðna, þá ringdu við Sveppi fyrr í dag í Fjölni Þorgeirsson. Já. Af því að við fórum svona að hugsa, ok, verðum ekki að gera eitthvað tengt þessum Valentínusardegi, bla bla bla. Já, gaman að þið. Já, og fórum svona að hugsa, býta, hver er svona rómantískasti maðurinn í Íslandi? Og við vorum eiginlega báðir sammála því að það hlyti að vera Fjölni Þorgeirsson. Já. Íslenski draumurinn. Já. Veist, hann kann þetta gjörsamlega, alveg með þetta hreinu. Þannig að við ætlum bara að heyra núna þegar við hringdum í Fjölni Þorgeirsson og svo ætlum við hins vegar að hringja í Sverri Stormsker hérna eftir í beinni. En þetta er Fjölni Þorgeirsson fyrir dag. Fjölni Þorgeirsson. Halló? Fjölni Þorgeirsson? Já. Komdu sæll og blessaður, Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina á mig situr Sverrir Þór Sverrisson eða oft kallað Sveppi. Blessaður. Hvað segirðu, gamli? Gott bara. Hvað er verið að vesenast? Það bara var við að lesa inn á útvarpsauglýsingu. Nú? Fyrir Alpha Daily. Já, maður. Nýi drykkurinn? Nýi drykkurinn. Já, það er nýi drykkurinn þinn. Þið eru að fara að koma ykkur á Alpha Daily. Hann er komin í einhvern orkudrykja. Nei, þetta er hotlistudrykkur. Það er nú bara að fara að balansera líkamann aðeins. Já, ekki veitir af. Jú. Þið þurfa að fara að kíkja á þetta. Já, ég þarf að tjekka þessu, það er nokkuð ljóst ef það kemur frá íslenska draumum. Það er ekki nóg með það, þetta hefur áhrif á hárvöxt. Ok. Heiðun, maður. Það sem að skallar koma átt út frá bara röngu sýrusti í líkamannum. Verði ég byrjar að greiða í píku bara yfir páska? Þú verður bara settur í takt fyrir jólinn. Glæsilegt. En herðu, við vildum vita núna, nú er Valentínusardagurinn og ég og Sveppi vorum að hugsa hann, ok, hver er svona, veist, rómantískasti maður? Jú, íslenski draumurinn. Hvað er draumurinn að gera á Valentínusardaginn? Á Valentínusardaginn? Á að sinna, ertu búin að gera eitthvað á Valentínusardaginn? Er hann í dag? Já. Ok, en allir dagar eru Valentínusdagar sem ég er. Já, gott svar maður. Og þú ert svo með þetta maður. Það er þennan öðruvísi. Jöfullin. The Fjól, veit nákvæmlega hvað hann að gera. Það er bara þannig. En hvað, er ekki allt í blúsandi hammingi hjá okkur Bryndísi? Jú, það klikkar ekki. En þannig að þú ert ekki búin að læna neinu upp í kvöld eitthvað svona romantísku eitthvað? Nei, það er ekki búin að gera það. Verður við ekki um það. Þannig að þú tekur þennan dag ekkert sérstaklega hátíðlega? Nei. Ég tek alla hérna. Já, en þú ert mjög romantískur eðlisfærið ekki, Fjölnir? Jú. Já. Skammast þín ekkert fyrir það? Nei, við verðum nú æminn maður. Það er í góðu lagi. Já, það er eitthvað sem að þú mættir alveg kenna okkur Sveppa aðeins, held ég. Já, en þú ert ekki romantískur Sveppi, sko. Jú. Nei, ég þekki, ertu að reyna að ljúga því að mér, eða? Nei, við erum að tala við Fjölni Þorgeirsson, maður. Já, nákvæmlega. Hvað er það? Ok, það er ekkert í kvöld. En býttu, ert þú ekki romantískur? Ég? Já. Nei, ekkert rosalega, sko. Já, veist, ég mætti vera betri. Er það? Já. Það veitir nú ekkert að þá að vera romantískur við eitthvað. Það er að romantíska sem þú hefur gert. Sem ég hef gert? Já. Góð spurning, maður. Gjöfnir á það með þið, Fjölni. Já, gottum með það. Hvað er að romantíska þetta? Já, það er svona hálf kjánalegt að segja frá því, sko. Nei, það bara, veist, verður bara maður. Það er kannski að fokast þú hefur gert. Ok, það er svona í fersku minni, það er ekkert rosalega romantískt, en eitt svona skemmtilegt sem ég mann eftir að því að hann fór mjög vel í þá mannesku, að þá var, hann var búinn að segja mér, hann langaði svo rosalega eitthvað skó sem hann langaði rosalega, svo var ég að fara út í tökur í 2 vikur. Og þegar ég var komin í vélina, sko, og var að kveðja, sem sagt var að fara eldsneið með morguninn, þá sagði ég henni að kíkja eins inn í
inn í skápin undir vasknum og þar voru skotir og það voru mikið læti og það er svona eitthvað eina sem ég man, sko. Ok. Þetta var svona romantíska sem þú gert, það er að fara í burtu frá kærustunni í 2 vikur. Og gefa skó. Og skilja eftir skó. Já. En Fjölnir, þú átt nú einhverja sögu þaðan okkur, ekki? En þú veit að, það er gömul svona fræði að þú átt ekki að gefa konuninn skó, því að þá lappar hann í burtu á þér og 9 skónum. Já. En lappaði þessi burtu frá þér? Ég er einn núna, þannig að það er bara... Það voru 9 skónum. Já, það er bara... Hann gefur alltaf skó. Þannig að þetta er regla nr. 1 og 10, bara ekki gefa skó. Ok, en áttu einhverja svona áður kveðið? Áttu einhverja svona romantíska sögu sem getur brætt eitthvað hérna? Nei, þú veist, það er aldrei vitað nema bara, það verður í bókinni. Já, ok, já, það er þetta. 100 romantíks ráð frá Fjölnir Þorgils. Það er ekki metsölu bók. Það var handbók töffarans, en svo kom einhver annar og gerði einhverja svona svipað, þannig að ég hætti við. En það er aldrei að vita nema maður bara fara að skrifa romantíska sögur. Það væri yndislegt. Ég vona það, Fjölnir. Ég er svo innilega vona það. Það þarf ekki að kaupa það eintak, en þú þetta hafa af þessu orðabók með henni. En ég láti lesa yfir fráverkina. Já, ég fyrir lítið að finna út í. En herðu, alltaf gaman að heyri þig, Fjölnir. Og við bara ósku þér allsins besta. Og gangi vel með nýja drykkin. Alfa Daily á hverjum degi, það er bara málið. Það er ekki orðið það með. Það voru alveg bara, þetta gerir kraftaverk. Fíla það. Ef íslenski drauminu segja, þá kaupi ég það. Það er bara þannig. Nákvæmlega. Later. Heyrðu þér. Herri, já, þetta var Fjölnir Þorgilsson og já, hann er að spá að gefa út bókina 100, sérðu hann gefur engin frí ráð, hann Fjölnir. There's no such thing as a free ride þegar kemur að the fuel, man, sko. Það er bara, herri, þú vilt fá einhver þetta romantíska ráð frá mér, kauftu bókina mín. Já, og hann var að fá hugmyndina bara hann á staðinu. Já, en hann er samt búin að segja mér gápuna, ég skal lofa þetta. Herri, við viljum að fara í auglýsingar, svo ringjum við í annan romantíska mann sem heitir Sverrir Stormsker. Já, það verður gaman að heyra það. Þú hafa áhrif á íslenska listan. Skráðu þig í FM Plus og taktu virkan þátt í valinu á vinsælustu lögum landsins. Íslenski listin, alla laugardaga klukkan 4 á FM 957 og klukkan 5:30 á Stöð 2. Kingir bókstaflega niður. Víkingalottó, alltaf á miðvikudögum. Íslendingar, skorum á Ólaf Ragnar og Dorrit að vera áfram á Bessastöðum. Skráðu þig á slóðina áskorun-til-forseta.is. Stuðningsmenn. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Samstarf Sky Agency, Burn og Dominos. Tiesto. Ekki missa af Tiesto. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. 2 flottir plötusnúðar frá Noregi. Jamie og TTK hita upp ásamt einum allra besta íslenska plötusnúðunum Danna Deluxe. Ekki missa af magnaðri upplifun með Tiesto. Miðasal í fullum gangi á miði.is. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borða pizzu. Já, Dominos 58-12345. Fjörið hefst á ný í meistaradeild Evrópu og Evrópudeildinni á Stöð 2 Sport. Bayer Leverkusen Barcelona í kvöld. AC Milan Arsenal á miðvikudag. Og Ajax Manchester United á fimmtudag. Þorsteinn Jóð og félagar fyrir og eftir alla stórleikina í meistaradeildinni. Fáðu þér áskrift í síma 512-5100 eða á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Er allt klárt fyrir stórleiki helgarinnar? Enski boltinn er á lengjunni. Lengjan, taktu þátt í leiknum. Rósir og rómantík á Valentínusardaginn. Gríftu gjöfina í Garðheimum. Garðheimar. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kretia, láttu það eftir þér. Lakkerón og þú týnist í kynnslóðum. FM 95 Blö á FM 95. Þetta er bara þeirra lag hana. Live your life. Og það er líka svo mikið til í sig, veist það? Af því að þú átt að lifa lífinu. Hefur einhvern tíma að spáði það? Þetta er svo ógeðslega mikið til í sig. Ég er að lifa því, maður. Live your life, svo. Bara vangið gaman. Já. Við heyrðum í Fjölnir Þorgilsson og vorum búin að segja að við ætlum líka að hringja í annan mann sem að, ég myndi nú halda að vera ekki alveg jafn rómantískur og Fjölnir Þorgils. Sumir myndu segja að það væri órómantískasti maður á Íslandi. Já, þess vegna er fínt að hringja hann á Valentínusardaginn og þetta er Sverrir Stormsker. Við ætlum bara að hringja. Já, hringja hann. Já. Og við ætlum að spyrja Sverrir Stormsker, hvernig hagar hann sínum Valentínusardegi?
Já. Það Sverrir Stórsker? Já. Hæ. Komdu sæll og blessaður Rutt og Sveppi hérna, þú ert í beinni. Já, blessaður drengir. Hvað segirðu? Þokkalegt. En það ekki? Góðu bara. Akkur viltu endilega hafa mig, þú ert klift á skorum með að taka viðtal klukkan 3:30. Klukkan 5:30? Já, ég veit það. Ég vildi taka þetta á undan svo þú getur klift eitthvað út. Ég myndi að ég sé svona dónalegu maður. Nei, það bara svona til þess að auðvelda okkur þessar 2 tíma. Taka upp svona fullt áður, þá þurfum við ekki að gera neitt nema ít á play, sko. Alveg eins og Fjölnir Þorgeirs, hann nú ekki grófur, en við heyrðum í honum aðeins fyrir í dag, sko. Já, ok, ég bara mistað, ég er búin að vera í púlmóti hérna í allan dag, sko. Já, einmitt. Er það sem þú gerir á Valentínusardaginn, er það kepp í púl? Maður keppar alltaf í púl eða snókur á Valdísundaginn, Hvar ert þú að keppa í púl bara seinni part þriðjudags? Ég á snókur á púlstofinni. Já, og var bara móti í gangi? Það móti í gangi, ég þannig milli mín og nokkara svona kunningja. Já, ok, er þetta ekki vinnandi menn þarna? Hvað, getur menn bara að vera að hanga þarna yfir daginn? Málið það maður vinnur í púli. Þetta ákveðið púl? Þetta maður sem vinna, þetta mikið púl. En við vorum að hugsa, sko, við hringdum í Fjölnir Þorgeirs. Þið að hugsa? Já. Þetta er ok. Við heldum að hann væri svona rómantískasti maður Íslands. Fjölnir? Já. Já, hann er með þeim, já. Og svo datt okkur voru að hugsa, hver getur verið svona órómantískasti maðurinn? Ekki segja ég. Nei, við erum að ríkja þig svona aðtöða hvort að þú vitur hann. Já, hafið þið prófað að Bjarli gera Goldfinger? Já, hann getur verið órómantískari, reyndar viðurkenna. En það er nú eitt sem slæðir mér við í rómantík. Ég er nú reyndar mjög rómantík sem maður, í alveg tala. Ég er að segja hreinasætt. Ég mun þó að sé þriðjudagur. Þetta sá þriðjudags morgun hjá mér. Þá er þetta mjög rómantísku gæði og hann heitir Gils. Já. Já, hann veit allaði hann. Hann er hættur að svara okkur, sko. Við erum alltaf að ringja hann. Nei, hann svara bara löggun í dag. Já, ég veit það ekki. Ertu mjög rómantískur eðlisfari, Sverrir? Já, ég er það, já. En hvernig, ok, þú ert búin að keppa í púlmóti í dag. Ég fer upp á, í alvöru tala, ég veit að þið trúið mér alls ekki. Nei. En málið það, ég fer vel með mínar kellingar. Já. Og í alvöru, maður reynir að vera góður við dýrin, sko. Jésús, en hvernig er kvöldi hjá þér í dag? Það er í kvöldsi. Kvöld, það er allt saman opið. Já, ok, þannig að þú ert ekki búin að plana neitt svona Valentínus á kvöldi? Nei. Þú gerir ekkert á val, þið eru skýt saman en þetta. Nei, hvað er villis það? Nei, málið það, ég á nokkra blöður úti og ég kem voðalega vel fram með það samsöðu. Hvað er það rómantískasta sem að þú hefur gert fyrir konu? Ég gerði þeim alltaf eitthvað. Þú veist, kynnáttúrulega haldið kjafsögn, en það er ekki svo leiðis. En nú er Benni Valdimar að kveikja þetta vitt. Ég er í Benni vitt, Nei, málið það, ég gerði þeim alltaf eitthvað. Hrísgrún eða tíbökkur eða rafísur eða eitthvað. Vá. Eða vind, í alvörinu maður. Það er eitthvað sem segir mér að þú setja lausu, Sverrir. Hérna á Íslandi? Já. Jú, maður er það, reyndar. Já, ok, þannig að það er ekkert planað hér í kvöld. Nei, það er allt gaman opið. En hvað gerir þið sjálfur? Svo maður hafa ykkur hugmynd það. Já, ég er reyndar, ég er í sama bak og þú, hefur ekkert að gera. Það er spurning hvað Sveppi gerir fyrir konuna sína. Ég ger ekki neitt, sko. Ég þarf ekkert að gera. Ég held að það sé miklu meira að gera hjá þeim mönnum sem eru á lausu, ég held að. Já, það er miklu meira maður. Ég er búinn að barna mína konu 3 svar og ég þarf ekkert að vera meira rómantískur nema bara svona af og til, sko. Ekki kallar það rómantík að hamast í kellingunni. Það er ekki rómantík. Nei, ég verður að taka undir þetta með Sverrir. Það fer svona eftir hvernig þið farið að þessu, sko. Já, ég man eftir einu, ég man eftir góðum texta sem ég gerði á það er 2 ára síðan. Já. Ég vil endilega fara með það fyrir ykkur og þið bara leggið ykkar mat á þetta. Já. Og... Er þetta við að hæfi barna eða? Já, sjálfsögðu, auðvitað. Ég meina, þú veist, haldið ég sé hvað kallar þetta svín. En mann það, textin heitir reyndar kallar þetta svínir. Og það er maður faktisk að bauna á kalla svona sem eru grottalegir
og vondir við sína konur, sko. Mér finnst það volið að skrýta að mann skuli leyfa sér slíkt, þannig að þetta nú veikara kynist, bæði andlega og líkanlega. Ég þori alltaf að tala við þig, þetta bara, ég alveg stressaður. Þetta ástæði fyrir að þið vildi hringja klukkan 3:30 og klippa veit. Hvað voru að segja okkur þess að vísu? Ok, ekki vísu, þetta eru svona 4, 5, 6 erindi eitthvað svolítið. Já. Og þetta svona, textin vel að merkja heitir Kallar einhver svínis. Þar að ég ekki endur að tala út frá minni innstu sannfæringu, heldur bara þú veist eins og flestir íslenski drjólar sko líta á fenginis. En ég náttúrulega alls ekki undir þessa sögseldur. Textin svona, ég skal vera orðvar, fráleit gróur, en ástin hún tíma og orku þjófur. Ég nenni lengur ástina upp að tromma, ástir fyrir kettlingar og homma. Örf og skref í skuggasundi lostans, skilja á milli sælunar og harmsins, jafn skammtir á milli meka ástar og haturs og á milli pjöllunar og enda þarmsins. Svo kemur viðlagið, findu þær, farðu á þær, síðan gleymdu þeim, þú sæll verða munt, orðin 3, allt að segja, find them, fuck them, forget them, allt á semt. Konur skilja í karla, byggðið rólegir, slappið aðeins að. Konur skilja í karla og svo öfugt. Hvað við samband þeirra þá svo göfugt? Konan hún köttur, maðurinn hundur, of course allt í hund og kött og sundur. Ættir þú að ástast þá þeir berast, eignast trösta vígirðing og shotgun, munurinn á konu og klósti erast, klóstið eltir mann ekki eftir notkun. Karlar eru oft heima við hrættar tíkur, hjarta meirið, undirgefnir og fleira. Hver eigin konu elska hefur þær píkur, eigin maðurinn önnur þeirra. Ef að þú ert þreyttur á ástarvellu og þolir ekki að hlusta þína kellu, rausa ást og rómantíska dellu, þá mjúkt og dyr og fáður betri mellu. Þú veist, svona líta sumir kallar á hlutina. Þetta er ekki fallegt. Þetta er, jæja, ég ætla að fara núna. Ég ætla að fara að skella á þessu verið. Þá erum við búin að fá bæði í að rómantískasta og órómantískasta mann landsins hérna á línuna og ég óska þér góðs gengis í þessu púlmóti áður ég fæ meiri kaldan svita hérna. Það er later, bye. En málið það, textin hér kallar einhver svínu, þú ekki tala út frá minni. Nei, nákvæmlega. Þetta er fallegt. Svona er þetta bara. Við tekum að það, vinnur. Nákvæmlega. Gaman heyrir, Rafni. Já, það er, jæja, Sverrir Þór Sverrisson, þarna, veist þetta er ekki hægt. Svona texti og það eru nokkra núna að hlusta sem eru örugglega bara brjálaðir. Jú, örugglega. Hann er mjög umdeildur og þetta er bara, mér leiðist stundum illa. Já, mér veistu ættum að vera með hann okkur einasta þriðjudegi. Nei, þar get ég ekki verið sammálaður. En þá erum við búin að heyra bæði í okkar mati rómantískasta manni landsins og órómantískasta. Það er svona sem við gerum hérna Valentínusdaginn og skulum fara hérna í auglýsingar. Nei, auglýsingar, það er Last Time, Labyrinth. En þá er klukkan bara, hún er reyndar 8 mínútur í 6. Já, nú slöðu fyrir þessu, sko. Það er komin úrhelsi rigning og myrkur úti og... Já, það er svolítið, þetta getur orðið kósi í svona Valentínusdagskvöld hjá einhverju fólki. Ég er samt vona að fólk sé ekkert að gera allt mikið úr þessu. Af því að ég er eitthvað, mér finnst ekkert viðnandi að þannig sé. Nei, en svo er alltaf náttúrulega fólk sem að, skilurðu, langa til að krydda upp á tilveruna, fara út að borða, fjandinn hafi það. Já, ég minna ef það er einhverjir menn að hlusta núna og er á leiðinni heim í bílnum, þá reynda skorum við á einhverja græðið pössun og það er nú með konun eitthvað út að borða, það þarf ekki endilega að vera eitthvað rándýrt. Nei, þetta er bara, það getur alveg verið rómantískt að stoppa bæjarins bestu. Já, í rigningunni. Já, bara svo lengi, þetta snýst allt um það að vera tvö saman, sko. Já. Skiptir engu máli hvar maður er. Já, nákvæmlega. Láttu mig þekkja það, maður. Já, þú varst nú eitthvað að þræta þig með aðan þegar vorum að tala við Fjölnir Þorgeirs sem þú ertu alveg rómantískur, eða? Ég? Já, mér finnst þú nú, ég þekki nú held ég eins vel og hægtir að þekki, en mér finnst nú ekki í típan, sko. Nei, málið það, ég er ekki að reyna að vera rómantískur. Nei. Ég er ekkert að hugsa að vera rómantískur. Nei, ég er aldrei að gera eitthvað svo leys. Menn sem er að hugsa mikið að ætla að vera, það eru menn sem vilja aðra menn. Já, ég er bara, skilu, og það fylgir því bara að vera með krullur og rífa kjaft og segja hluti á hann í hugsa og vera pínur rómantískur. Það bara gerist. Nákvæmlega.
Þetta bara í mínu eðli að vera rómantískur svona inn á milli. Já, en ég samt alltaf verið alveg svona ágætlega væminn í mér, sko. Já, ég held að þú sést svona gæði sem að hugsa það. Æ, nú langar mig að vera rómantískur. Nei, ég eitthvað náttúrulega mástu skrifa þetta ástabréf einu sinni og samt texta með binna hérna án þín og svona, þannig að það alveg eitthvað rómantingat í mannin, sko. Já, það mikill munur á því að vera bara væminn vittlisingur og rómantískur, sko. Ég veit það ræði mig að ég held að ég sé það síðar. Nei, hérna það fyrra. En það nefnilega að það eru mjög margir sem að mikla þetta fyrir sér. Nú ég að tala þetta sem fagmaður í ástarmálum. Já. Það eru margir sem að mikla rómantík fyrir sér. Að það þurfa að vera bara flugeldasýning eða út að borða á grillið og flott rauðvín og 18 rauðar rósir, eitthvað svona kjafta. Eina sem að þarf kannski bara lítill miði sem stendur á ég elska þig á morgnana áður þú ferð í vinnuna, konan vaknar, sér lítill miða sem stendur ég elska þig, máli dautt. Já. Það kostar ekki mikið. Þannig það að fá ráð, þetta er ekki Fjölnir Þorgeirs sem situr hérna á móti mér, heldur Sveppi Krull. Já, þetta er eitthvað sem að fólk næsta bókin í mjölinn, ætlar að stila þess að Fjölla það. Þetta er eitthvað sem fólk ætti að hugsa. Já. Það þarf ekki að vera mikið eða stórt. Nei. Og talandi romantík og allt þetta, við hvernig er Manchester United að fara að spila í Meistaradeildinni? Ógeðslega leðileg. Þeir eru dottir út. Já, þeir eru að fara að spila á Ajax í Evrópudeildinni á 50 dag. Þeir eru að fara að spila við uppþvottalög. Já, þegiðu. Herðu, Ajax er stór klúbbur í Hollandi, sko. Já, don't cry me a river. Kolbeinn Sigþórs það og svona. Já, hver veit hver það er? Herðu, sko, Manchester United Ajax er mun stærri leikur heldur en flesti leikinni sem eru á dagskrá núna í Meistaradeildinni. United er dottið út úr Meistaradeildinni. Ég veit allt um það, þarna vitleysingurinn. En eru umfarið víðan völlin í dag, við heyrum í henni Mútu. Múta var hress við töluðum við Fjölnir Þorgeirs, romantískasta mann landsins, heyrðum í Sverri Stormskeið og það var mér, Þú ert ennþá að svitna. Já, ég er ennþá bara jafnum á því. Það var stórkast. Það er eitthvað sem frekar oftar, við hefum átt að hringja og editera hann, það er nokkuð ljóst. Þá hefðum við aldrei leyft að fara í loftið líklega. En ekki Fjölnir Þorgeirs. Þannig að það er, og hitaklefinn Svali var í hitaklefanum. Þetta var einn okkar bestu. Þetta var góð þáttur í dag. Nú bara endur þetta á sjómli, Svo með þess að glemdu því að þú varst hérna í sko ruslagámi með tyggjó og skó í munnunum að tala ensku. Við erum búin að fara yfir víðan öll. Já, við ætlum að fara núna hins vegar í auglýsingar, en strax eftir auglýsingar kemur lokalagið hjá mér í dag og það er Run með Snow Patrol, þannig að fáum smá auglýsingar fyrst. Herru, Sveppi, séð eftir viku. Verður haldið á skemmtistanum Austur laugardaginn 18. febrúar næstkomandi. Tekið verður á móti konum með veitingu frá veitingastaðnum Tandoori ásamt því að Smirnoff kynnir frábæra bragðtegundir. Kynningar frá Tiki hárvörum, NYX, Cosmetics, Airbrush og Makeup School, Motus hárstofu og snyrtistofunni Systraseli. Nokkra konur á kvöldinu sjálfu geta nælt sér í ferðaviring út í heim með Wow Air. Á slaginu kl. 10 hefst svo frábær dagskrá fyrir konurnar. Magni, Blár Ópal, Úlfur, Friðrik Dór og sískinadúettinn Arnar og Ingunn. Uppistand frá Jóa með Íslandi og Pörupiltum ásamt öðrum óvæntum uppákomum. Kynni kvöldsins er Ernadís og morgunþættunum Magasín. Ekki missa konukvöldi FM 957 á Austur þann 18. febrúar. Miðar eingöngu fáanlegir á FM 957. FM 957 og Sky Agency kynna í samstarfi við Burn og Dominos. Tiesto í Vodafone höllinni 10. mars. Geggjað sjó sem þú mátt ekki missa af. Miðasal er í fullum gangi á miði.is. Burn, Dominos, Sky Agency og FM 957. Topp tónlist. Burn, kveikir í þér. DJ Tiesto er ekki pizza, en hann borðar pizzu. Já, Dominos 58 1, 2, 3, 4, 5. Er aðeins 7,1 mm þunnur og er þitt þynnsti síminn á markanum í dag og jafnframt svo sterkasti því síminn er úr kevlarefni sem er sama efni og er notað í skotheld vesti. Svo er síminn vassvarinn með nanotækni. Ef þú vilt eignast þennan frábæra síma sem kostar 99.995 krónur skaltu fara sem snöggvast inn á fm957.is og skráðu til leiks. Í dag er ofurdagur. 7 króna afsláttur með kortum og lyklum Orkunar og staðgreiðslukorti Skeljungs á Orku og Sjálfstöðvum. Nýttu daginn vel. Orkan. Þriðjudagur þú og 1000 kall. Já, þriðjudagstilboð á Dominos. Þú sækir miðstæða pítsu með 3 álagstegundum á 1000 kall. Dominos, 588 því. Nei, ég meina 5812345. FM 95 Blö er í boði. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það.